Komið þið sæl og blessuð, kæru vinir. Gaman að vera með ykkur aftur. Í dag ætlar nafnleysingin að heiðra okkur með nærveru sinni og er með svona ákveðið flæði og ákveðna fræðslu til okkar. Um, hann vill fara inn í þessa sauma að við höfum aðeins gleymt okkur í varðandi rök hugsun og rök hyggju og svolítið upptekin af tækninni og vísindunum, enda eru þau spennandi. Það verður aldrei af þeim tekið, en margt rosalega ákveðt að samaskapi höfum við gleymt svona kjarnanum og gleymt þeim hluta af hverju við komum hérna á jarðarsviði. Velkomin til okkar. Kærar þakkir. Og það er mér mikill heiður að vera boðið á jarðarsviðið vegna þess að hérna upplifi ég þakklæti, auðmýkt og þakklæti og mikla ást. Ég er alltaf í auðmýkt, þakklæti og mikilli ást, en upplifi það ekki vegna þess að í mínum heimi er allt fullkomið. Þannig að þið hugsið svo oft, hvað getur jörðin gefið þeim sem eru á andlegri tíðni, á það sem þið kallið hárri tíðni. Þið getið gefið okkur þetta og bjóða okkur að koma til ykkar og leyfa okkur að njóta þess að vera með ykkur. Það er þessi tilfinning sem við skynjum þegar við komum inn í jarðarsviðið. Og mér langar til að benda ykkur á að það er ekki hátíðni þar sem ég er. Það er ekki lágtíðni þar sem þið eru. Þetta er ólík tíðni sem að leita samruna og með ykkar hulur þá skapið þið ákveðna fjarlægð. En smátt og smátt mun samrunin eiga sér stað og þið upplifið alltaf meiri og meiri fegurð og meiri einingu. Það liggur sannleikurinn í þessari einingu. Og þegar þið náið að upplifa ólíka tíðni án þess að skilgreinuna sem hærri eða lægri, þá er þið strax komin á góðan stað með ykkar vitund, af því að ég horfi ekki á ykkur sem óæðri verur. Ég upplifi ykkur ekki með minni visku. Það er bara til ein viska. Hún er sameign okkar allra. Hún er ekki meiri í mér. Hún er ekki meiri í þér sem ert að horfa. Hún er ekki minni heldur. Hún er í sama magni. Munurinn á mér og ykkur er sá að ég er búinn að uppgötva mína visku og þekkja hana. Nú held ég tali fyrir meiri hluta hlustenda að margir eru forvitnir að vita og segir okkur einhver deili á þér, hvaðan ertu og svona, já, hvaðan ertu og byrjum á því
Og eins og væri gaman að segja, ef þú segir okkur frá því hvort þú hefði verið hérna við jarðarsviðinu einhvern tímann. Já. Já. Ég skal koma með aðeins meiri upplýsingar mig heldur en síðast. Af því að fyrir mér þetta ekki með neinum hætti tilraun til að vera dularfullur, skapa dulúð, alls ekki. Það fyrsta upplýsingum ástæðuna fyrir nafnleysinu. Að þið gefið öllum nöfn til að geta skilgreint einstaklinga. Svo dæmi sé tekið, þú ert sögð vera hrafnkalla og í þessari jarðvist birtistu sem hrafnkalla. Þannig að hrafnkalla þín birtingamynd í þessari jarðvist, en þú ert svo miklu meira og þannig það með ykkur öll. Ég kem frá sama stað og þið öll, uppsrættunni. Heimili mitt núna eða dvalarstaður pláneta í öðrum alheimi sem hefur ekkert nafn. Ég gæti búið til eitthvað nafn yfir hana eða nafn yfir alheimin, en það ekki til. Þar dvel ég, það að segja sá einstaklingur sem ég við getum notað það orð, í mínum líkama sem mjög frábrugðinn ykkar að flestu leyti. Hann miklu fíngerðari og allt öðruvísi. Útlitslega séð hann ekki svo mikið frábrugðinn. Ég kem þaðan, en ég get líka sagt ykkur að jörðin sem að þið talið svo mikið niður, hún líka heimilið mitt, af því að ég kem á jarðarsvæðið í margs konar tilgangi núna að fá tækifæri til að tala við ykkur. Ég kem til að leiðbeina ykkur með fræðslu, hjálpa ykkur, gefa ykkur stuðning. Þannig að ég get sagt með sanni að ég sé eigi líka heima á jörðinni. Ég var einu sinni hérna á jörðinni í líkama og það, við getum sagt, gerði ekki það fyrir mig sem að ég ætlaðist til, og það þýðir ekki að ég hafi eitthvað á móti jarðvistum að klæðast líkama. Það bara hentar mér ekki, en það hentar mörgum öðrum. Og eins og allir vita, þá erum við ólík að svo mörgu leyti, en við erum öll eins í kjarna. Þannig að ég get sagt með sanni að alheimurinn heimilið mitt. Allir alheimar eru heimilið mitt. Og heimilið mitt líka í kyrrðinni hjá uppsprettunni. Og þetta finn ég alltaf. Ég allstaðar. Ég allt. Ég þú sem ert að horfa. Þannig að samkvæmt þeim skilningi hef ég verið hérna á jörðinni frá upphafi og líka á svo mörgum stöðum. En til að flækja þetta ekki of mikið,
þá bý ég á þessari plánetu sem ég sagði áðan, hef verið eina stutta jarðvist í líkama og hlutverk mitt er að vera farvegur viskunar og þess vegna er ég raunverulega á öllum tíðnum af því að viskan þarf að flytjast á milli og þannig þróast hún og það skiptir engu máli hvað tíðnisviðið heitir. Viskan kemur til ykkar, þið meðtakið hana og þegar þið meðtakið hana þá er þið leið að þróa hana þó að þið upplifið það ekki. Þetta er mitt verkefni sem að ég tók að mér, að vera farvegur fyrir viskuna og deilinni á alla alheim. Við getum sagt með jarðneskum hætti, það er vinnan mín. Já. En getur þú sagt okkur, af því að þessi pláneta sem þú ert á núna, tengt við, á hvaða tíðni hún er? Samkvæmt ykkar skilningi, þá er hún á öllum tíðnum nema þriðju víddinni sem þeir kalli, það er að segja, það er ekki aðskilnaður, það er fullkomin eining, en vegna þess að pláneta mín hefur það hlutverk að þróa viskuna, þannig að það má eiginlega segja að hún sé svona í sem einföldustu máli svona visku virkjun, ef að svo mætti að orðið komast. Af því að viskan er alltaf að þróast og við erum alltaf öll í þróun, alveg sama á hvaða tíðni við erum og þið getið þróast heilmikið í þriðju víddinni og þið getið þróast heilmikið í öllum víddum. Það er engin vídd laus við þróun. En hefur plánetan eitthvað nafn eða þetta stjörnukerfi sem er eitthvað svo getið gefið okkur? Nei, hún hefur ekkert nafn. Hún hefur ekkert nafn. En svona, við getum sagt bara viskuvirkjunin til að gefa ykkur eitthvað. Þetta er hansi flott. Já, af því að það er svona eins og þið þekkið, þá eru fallvötn sem að renna og þau eru virkjuð til þess að virkja rafmagn og við erum með það hlutverk að virkja viskuna og dreifinni út allt og það má kannski segja að hlutverk mitt sé að vera svona nokkuð skonar ambassador, sendiherra sem að fer allt og flyt visku. Já. Það myndir segja, margir á jörðinni til dæmis í dag tengdir við plánetuna og virkjunina, þá er eins og þið væri þá leiðbeinendur eða slíkt þeirra sem eru í líkama hérna við jarðarsviðinu. Hvernig er það? Já, og raunverulega þið öll, en ykkur finnst örugglega framandi að heyra það, en orkan frá ykkur nýtist líka. Já. En ég skil að sjálfsögðu spurninguna og það eru mennskar verur hérna á jörðinni sem að hafa þetta sama hlutverk og við og eru meðvitaðar það, en þær halda í leynd vegna þess að meðan að við erum að þróast til æðri vitundar, að þá
fáum við svolítið út úr því að leyfa viskun okkar að skína og leyfa fólki að finna það að við erum komin á ákveðin stað í vitundarþroska og það er eðlilegt og þegar þið heyrið þetta að þá farið þið að hálfpartinn skammast ykkar fyrir þetta en þetta er nauðsynlegt og þið farið á þann stað sem að þið þurfið ekki lengur og þeir einstaklingar hérna á jörðinu sem ég er að tala að það eru þessir sönnu ljósberar sem að þeir láta ekki lítið fyrir sér fara, þeir bara þurfi ekki að vekja athygli á sér vegna þess að þið finnið öll ljósið frá þeim. Þið finnið öll þegar þið hittið svona einstakling að hann er alveg einstakt ljós, ofboðslega hógvær og yfirleitt eru þetta einstaklingandi sem að ykkur finnst hálfgerðir kjánar. Þetta eru kjánandi sem þið elskið. Þeir geta verið, nú er ég bara að tala út frá ykkar skilgreiningum, þeir geta verið samkvæmt ykkar skilgreiningum algjörir fábjánar og þeir þurfið alltaf að vera að hjálpa þeim. Þeir þurfið alltaf að vera að bjarga þeim og þeir geta ekki gert neitt upp á eigin spýtur. En þið horfið í augun að þeim, finnið orkunum frá þeim, þið laðist alltaf að þeim og ykkur finnst hálft í hvoru heiður af að hjálpa þeim. Þannig að þá getum við sagt að þeir sem eru mestu vitringarnir á jörðinni, þeir birtast samkvæmt jarðnesku skilningi sem mestu vitringarnir. Já, þetta er nú ansi áhugavert. En já, getur svona farið með það inn í okkur af hverju? Hver er tilgangurinn með að birtast svona? Hvað er bak við það? Já, hann er sá, fyrst og fremst, að hjálpa ykkur að skapa einingu og samkennd, víðsýni og skilning. Af því að þið hafið óskaplega þrönga vitund og það er akkúrat þeirra hlutverk að fá ykkur til að hjálpa sér til þess að þið smátt og smátt upplifið eininguna vegna þess að þegar að þið upplifið mikinn verk ykkur staðar í líkamanum að þá leggið ykkur mjög fram að heila þann verk og leitið allra leiða og að þið verðið að losna við verkin. Þið hafið ekki ennþá komist á það vitundastig að þið eruð öll limir líkama Guðs, þetta er ákveðið líkingamál eins og þið vitið en samt mjög nálægt sannleikanum. Þannig að þegar einhver þarf á ykkur að halda að þá er einn af ykkar limum laskaður og sannleikurinn er sá, elsku hjartans vinir, bræður og systur, þið eru öll bræður mínir og systur. Ef þið gerist ekki upp á þessum einstaklingum eins og þið gerir og ef þið sjáið þá sem ykkur, gefið þessa orku, þú ert ég er þú, ekki því miður, að þá meðtækið ekki alveg þessa sönnu einingu en ef þið myndu gera það að þá myndu þið sjá þennan einstakling vaxa og verða
eins og þið geta bjargað sér sjálfur og allt það, þá var hann búinn að kenna ykkur, þá var hann búinn að gegna sínu hlutverki. Já, þetta er nú athyglisvert og já, ég myndi halda að þetta vera mjög mikið, svona mikilvægt innlegg fyrir okkur öll að svona verða meðvituð um þetta. Já. Já. Þið vitið það nefnilega öll að þið gefist aldrei upp á ykkar eigin krankleikum, verkjum í líkama. Ykkur dettur aldrei til hugar að skera fótinn af ef þið eru með stöðugan verk í fætinum. Þið getið það ekki. Þið getið ekki hugsað ykkur að lifa fótalaus eðlilega. Og ef þið væru komin sannarlega í þessa raunverulegu einingameðvitund, þá gætuð þið ekki hugsað ykkur annað heldur en að heila þessa fallegu sál sem þarf á okkur að halda. Þið myndu sýna henni sömu umhyggju og fætunum ykkar eða einhverjum öðrum líkamshluta. Þannig myndu þið styrkja þennan einstakling, en þið gefist alltaf upp. Það er aldrei alla leið. Nei. Ég er að hjálpa mér. Það er sannleikur. Já. Hvað heldur, ef þú svona, ég ætla að spára aðeins í spilin, en þú er svo sem ekkert með henni spil. En þetta er svona, ég glemdi þeim. Þetta er svona máltæki svona. Sko, hvenær myndir þú spá því að sko eða sjá, eða þú sér það, að fara ykkur upplýsingar, sko, hvenær verður svona stór hlut okkar komin í þessa einingar meðvitund sem að þú er búin að lýsa svo djúpt hérna og vel fyrir okkur? Að við fjórum að hugsa svona nákvæmlega svo þú varst að lýsa öllum stundum. Hvað eigum við langt eftir, sirka, í tíma? Rétta svarið er að á jörðinni er frjáls vilji og eins og þið eruð að gera einingin, þið eruð að þroska þessa vitund mjög meðvitað og það hefur margföldunar áhrif og það er þegar þið fáið nóg af ástandinu í heiminum, þá munið þið ná þessu og þið eru stöðugt að færast nær og þetta með tíman, þið oftúlkið hann eins og svo margt annað. Sko, eins og ég sé þetta, að þá er bara, svo ég komið þessi orð sem að þið skiljið, að þá eru þið nýkomin úr Atlantis ástandinu. Bara aðeins að gleyma ykkur. Og ef þið farið bara huglægt í Atlantis ástandið, þá munið þið finna það sem að þið ákvaðið að týna tímabundið, af því að tugir þúsunda ára, milljónir ára, það er engin tími. Það er bara af því að ykkar jarðvistir eru svo stuttar, þá finnst ykkur þetta svo langur tími. Í Atlantis að þá höfðu þið mjög mikil samskipti við alheimsviðrur frá öllum mögulegum plánetum, aðra alheima. Þannig náðu að byggja upp þekkinguna. Það er sko
þið náið ekki þroska nema að leita upplýsinga annar staðar, fá stuðning. Það er akkúrat það að leita meira til Atlantis huglægt, hvernig þetta var þar, vegna þess að það er talað um einhverjir ákveðnir jarðarbúar hafi verið Atlantisbúar. Þetta er hluti af stigskiptingunni á ykkur. Það lifir engin mannvera á jörðinni í dag sem að var ekki í Atlantis. Það þekki þetta öll. En þá svona eins og, þá langar mig til að fara inn á þú svona grunninn þarna, bæði það eins og áðan, ef við draugum þetta saman. Við erum að stefna að einingarástandi Já, og þar af leiðandi er tenging við Atlantis, því þar var einingarástand af þessum tímabilum og svona, svo kom náttúrulega svona aðskilnaða tímabil þarna líka. En sko grunnurinn, ef við tölum um að svona byrja á réttum enda, ef þú fræðir okkur svolítið um þarna týnda hlekkin, þar sem við þurfum að gera til Já. að geta komist í þetta ástand, til að tengja okkur Atlantis, svona hvernig fer fólk að þessu? það er með því að horfast í augu við allt, viðurkenna allt og samþykkja allt. Ef við tökum til dæmis þessa stórkostlegu vísindaframfarir eins og þú bentir á og allt þetta sem hefur gerst á jörðinni, sko, þetta er stórkostlegt. Ykkur hættir svolítið til þegar þið farið að vakna andlega að svona fara að vanmeta þetta efnislega, finnast þetta andlega miklu áhugaverðara, skemmtilegra og þá fjarlægist þið hitt leið. Það má í vissum skilningi segja að þetta hafi gerst á Atlantis, að þegar við hættir að taka út, hætta að gera eitthvað af því að annað er svo spennandi, þá farið að ná þessu, vegna þess að ykkur finnst svo yfirþyrmandi að taka inn eitthvað alveg nýtt og þá finnst ykkur þið þurfa að búa til rými fyrir þessu nýja. Það að horfast í augu við allt, samþykkja allt, þýðir að heiðra allt þetta efnislega, alla þessa tækni og alla þessa framþróun. Hún þarf ekki að stoppa, hún á að halda áfram og þessi andlega leið. Það er að nota eininguna til þess að ef þið leyfið ykkur öllum að blómstra og þá þýðir að þið leyfið þeim sem að eru, við getum sagt, fremstir á efnislegu sviði að kenna ykkur og hjálpa ykkur að læra og þeir biðja ykkur að hjálpa sér að læra. Þið þurfið ekki að hætta neinu. Það er nefnilega alltaf þetta að nú... Eða verið í öðru hvoru. Akkúrat. Tilhneigingin er. Já. Svo varst að nefna djúpt þarna. Já. Eða svo djúpt. Akkúrat. Það er að vera í þessu öllu. Og best er, og ykkur finnst þetta yfirþyrmandi, en þú spurðir, það væri leiðin. Já. Það er að hafa opinn huga fyrir bæði þessu andlega og efnislega og rækta það jafnt. Af því að það er ekki til neitt sem að heitir ómerkilegt. Meira að segja það sem að þið kallið illsku
en nauðsynleg orka. Þið talið alltaf hvað get ég gert til að minnka myrkrið í heiminum, hvað get ég gert til að bæta heiminn, hvað get ég gert til að búa til fallegri, ástríkari heim. Þið eru alltaf að leita út á við. Það sem að þið geti gert að sjá að allt nauðsynlegt. Þakka fyrir myrkrið af því að það hjálpar ykkur að upplifa ljósið og gerir meira heldur en hjálpa ykkur. Það lætur ykkur upplifa ljósið. Öðruvísi gætið ekki upplifa ljósið. Og svo ég haldi aðeins áfram með það sem ég sagði áðan, að við á þessari tíðni og það sem að þið kallið hærri tíðni, við njótum þess að koma á jarðarsviðið og finna þessar andstæður, bæði til að endurnýja orkuna okkar og þróa okkur og líka að njóta, af því að það ekki hægt að njóta á minni plánetum. Þar allt saman eins. Hún bara fullkomin. Þannig að þess vegna notum við jarðarsviðið til að upplifa og njóta. Og þeir horfið svo mikið á myrkrið, á það dökka í heiminum, í staðinn fyrir að horfa á ljósið. Og þið vitið þetta öll. Eigum við ekki bara að horfa á bæði? Akkúrat. Eigið að horfa á bæði. Já. Með augum ljósins. Hafa alltaf ljósið í fyrirrúmi. Samþykkja myrkrið og samþykkja ljósið og samþykkja allt eins og það vegna þess að þið getið ekki náð þeim þroska sem þið viljið öðruvísi heldur en að hafa þessar andstæður sem á jörðinni. Nú svona hinir ýmsu vitringar tala og spá því að nú séu óvanlega margar sálir í líkama jörðinni núna til að taka þátt í þessum tímum núna þar sem að við erum að þróast ansi hratt á andlega sviðinu. Það þessi eininga meðvitund sem þú nefndir áðan. Sko, það komið á svona mikinn hraða. Já. Og maður sér þetta að koma fram hjá hinum og þessum svona með aðeins mismunandi útgáfum en svona inntakið alltaf sama. Hvað getur þú sagt okkur þetta? Sko, það alveg rétt að það eru óvanalega í sögulegu tilliti óvanalega margar sálir sem að á því sem að þið kallið hárri tíðni og ákveða að koma til jarðar til þess að hjálpa ykkur, til þess að taka þátt. Og það vegna þess að þær elska svo mikið og svo skilyrðislaust. Ykkur hættir til öfgana á svo miklu leyti. Þetta
já, stórkostlegi tímar sem að þið eru að upplifa núna, af því að þeir eru einstakir í sögunni, en þið hafið upplifað tíma sem að eru einstakir í sögunni. Og þú baðst mig áðan um að spá. Ég sé að sjálfsögðu framtíðina. Ég veit að það eftir að koma tímar sem að eru miklu einstakari heldur en þessir. Já. Og ef við erum að tala sálir á því sem að þið kallir háatíðni, þá vita er þetta. Já. Og við þurfum ekki að klæðast líkama til að upplifa þetta. Það er nóg fyrir okkur að koma inn á jarðarsviðið. Þá upplifum við þetta allt saman. Af því að við höfum miklu, við getum sagt, já, við höfum miklu skýrari sýn og sterkari skynjun. Þannig að allur alheimurinn fylgist með og nýtur þess að horfa á. Og líka þegar þið eru að tala um sérstaka tíma, þá eru þið í ákveðnum aðskilnaði vegna þess að hvert augnablik sem þið upplifað á jörðinni er einstakt. Það er allt saman einstakt ef þið leyfið ykkur að njóta. Það er einstakt að sjá laufin birtast á trjánum. Það er einstakt að sjá þegar þau falla af trjánum, þegar veturinn kemur, sumarið kemur. Það er að vera í takti við jörðina og náttúruna, finna þessa einingu. Þið eru búin að upplifa stöðugt í gegnum jarðarsöguna einstaka tíma og þeir eru allir einstakir. Þið þurfið alltaf eitthvað sérstakt til að njóta af því að þið hvorki elskið skilyrðislaust né leyfið ykkur að vera hamingjusöm skilyrðislaust. Hamingjan felst í því að vera á jörðinni núna. Það er ekki merkilegra að vera á jörðinni núna eða á því sem að þið kallið hinnar dökku timmu miðaldir. Vegna þess að þær þurft að eiga sér stað til þess að þið varu viljug til að þróast. Þegar þið upplifið rosalega mikið myrkur, þá verður það svo íþyngjandi og þá byrjið þið að leita leiða út úr aðstæðan og þannig er þróunin. Þannig að við getum alveg bara horft á þessa tíma með sama glampann í augunum og þegar Jesú kom á jörðina og þessa tíma sem þið eruð að upplifa núna. Þetta er allt saman einn samfelld, órjúfanleg fegurð. Týndi hlekkurinn, hann er þessi að njóta augnabliksins og finna fegurðina í augnablikinu. Það er þessi kyrrð og þá finnið þið líka viskuna. Og það er búin að vera, við getum sagt, með jarðneskum hætti, atvinna mín mjög lengi að flytja viskuna á milli alheima og tíðnisviða. Þá get ég sagt ykkur eitt sem kemur ykkur mögulega á óvart. Viskan veit ekki neitt. Viskan er ekki neitt. Og akkurat þess vegna að þá er viskan besta leiðin
til að þrá ykkur. Þið þekkið það öll þegar þið eru komin á ákveðin stað í þekkingu að þá finnst ykkur þekkingin vera fullkomnuð. Þá eru þið búin að segja skilið við viskuna af því að viskan þarf ekki að leiða ykkur neitt áfram. Þetta er að ákveðnu leyti stöðnum vegna þess að ef þið hlustið á það sem að viskan segir, þá er óendanleg þekking, óendanleg leit. Við erum alltaf að leita að meiri þekkingu, meiri visku og hún endar aldrei. En við getum gert okkur þetta auðveldara og erfiðara ef við njótum þess að vera það sem við erum á hverju augnabliki fyrir sig. Þá sjáum við þróunina, sjáum við þennan fallega vöxt sem við erum öll að ganga í gegn. Þannig að leiðin inn í innsæið hjá okkur er þetta að vera hverja stund, eins og þú segir, njóta hverja stundar, Já, vera hamingjusöm án skilyrða, já, vera bara hamingjusöm af því bara, já, eins og maður segir, góðri í Já. mennskunni, já, bara hér og nú, alveg sama hver ég er og hvað ég hef. Já, og það er leiðin inn í innsæið. já. Og þetta hefur að sjálfsögðu fleiri snertifleti vegna þess að þegar þið leyfið ykkur að vera, að þá upplifið þið ykkur ekki endilega alltaf hamingjusöm. En hamingju getur verið þarna vegna þess að þið vitið að þið þurfið að ganga í gegnum þetta og þið vitið að þið þurfið að ganga í gegnum ákveðnar þjáningar, upplifa ákveðin sársauka og þá er það að þið þakkið fyrir þetta og skiljið að það er tilgangur með þessu öllu og að virkja innsæið. Mig langar til að taka það aðeins frá öðrum vinkli af því að þegar þið talið um innsæið þá er það að tala um að túlka ýmis skilaboð og þeir eru að tala um að sjá svona dýpra inn í mannlegt eðli og dýpra inn í allt. Og þá langar mig til að koma með ákveðna líkingu að þið sem sagt við getum sagt að viskan er ein tæra lind sem að er uppi í fjallinu og þetta er lind sem að aldrei klárast og öll hafiði leiðslur frá lindinni sem að þið geti skrúfað frá hvenær sem er. Þið leyfið ykkur sjaldan að skrúfa frá alla leið og þið eru alltaf að skrúfa frá og fyrir sem að þýðir að leiðslurnar mengast að ákveðnu leyti og svo þegar þið ákveðið að skrúfa frá á fullu þá er það svipað og gerist eins og með vatnskranann hjá ykkur að það kemur svolítið gruggugt vatn fyrst en þið bíðið eftir að vatnið komi tært og þegar þið skrúfið frá viskunni alveg á fullu þá kemur svona, við getum sagt gruggugt vatn og gruggið eru þessar svona ógagnlegu hugmyndir sem að þið hafið tileinkað ykkur úr umhverfinu og víðar og þegar þið upplifið þær að þá svona farið í ákveðin ótta
og þá hættir ykkur til að skrúfa fyrir. Sem sagt, skrúfiði frá krananum sem að leiði til eitthvað viskunar. Skrúfiði frá honum alla leið og látiði þetta flæða. Þið finnið hvenar rétta viskan er komin og þið finnið hvenar innsæðið er komið ef þið gefið ykkur tíma. Ekki vera alltaf að stoppa. Látið allt flæða og leyfiði ykkur að skoða og rannsaka. Haldið huganum rólegum, ekki óttast neitt. Og þá mun innsæið smátt og smátt styrkjast og viskan, vegna þess að við getum líka sagt að því að viskan hefur margar hliðar þegar að við erum að tala með í jarðneskum skilningi. Hún er líka hið skærasta ljós og hún lýsir allt upp. Og og þá farið smátt og smátt að sjá meira, skilja meira og númer 1 og 3, aldrei segja við ykkur sjálf, núna veit ég þarf ekki að læra meira um þetta, ég þarf að læra eitthvað um annað. Þá verður þið alltaf að fara á milli. Þið vitið aldrei allt um neitt. Það er alltaf hægt að vita meira um allt. Já, þetta er nú ansið svona. Já, það er margt til að, margt að pæla. Út frá þessu sem þú búin að vera að segja, færa okkur. Ýmsar svona rásir, svo opnast. Og umfram allt, Já, hugsiði sem minnst. já. Það er nefnilega þannig, þegar ég byrja að hugsa, að þá farið þið smátt og smátt að færa ykkur út í það sem er kallið ofhugsun. Já. Og hugsunum fer í hringi, óttinn kemur, ástin kemur og allt þetta. Já. Það er að finna. Af því að þegar þið eruð á andlegum brautum, þegar þið eruð að þroska ykkur andlega eins og þið þurfið að gera, þið þurfið raunverulega svona að einbeita ykkur svolítið að því, þá er ekki gott að hugsa mikið vegna þess að verkfæri sem þið notið til að hugsa með er heilinn og hann skilur ekki þetta andlega. Það er æðra sjálfið sem að þið eigið að leitast við að tengjast af því að það skilur þetta hugsunarlaust. Og þegar að æðra sjálfið er búið að fá að flæða í góðan tíma, að þá mun heilinn smátt og smátt ná þessu betur af því að heilinn er alltaf að skanna allt sem að er að gerast í ykkar lífi og þegar að hann sér að þið eruð að upplifa meir og meiri vellíðan, þið eruð að upplifa meir og meira ljós, meiri fyllingu, þá getum við sagt sem svo að hann fer að aðlagast því ástandi smátt og smátt og það er þetta að skapa samruna á milli lægra sjálfs og æðra sjálfs. Það gerist svona að leyfa sér að finna, leyfa sér að vera. Það er margar leiðir til. Það er að vera út í náttúrunni, hlusta á náttúruna og anda að sér ilminum af gróðrinum og öllu þessu. Vera í því flæði og líka
hugsa til annara plánetna eins og ég gerði í Atlantis. Þið fenguð alla þessa þekkingu einmitt með því að vera í samstarfi með okkur, að ef þið hugsið til mín, ef þið hugsið til einhverja kosmískra vera, þá fáið þið strax svörun vegna þess að ég virka, þegar ég tala svona í gegnum þá virka ég fjarlægur. En það eru enga fjarlægir til. Ég er alltaf hjá ykkur og þið getið valið. Það er að tengja ykkur við viskuna og leyfa okkur að tala við ykkur og ekki gefast upp þó að þið heyrið eitthvað sem að veldur ykkur ótta. Þetta er sama eins og með kranan sem að þið skrúið frá, að leyfið í grugginu að skolast út, þá kemur þessi tæra viska frá okkur til ykkar og þið lærið að meðtaka hana smátt og smátt. Já, þetta er ansi góð myndlíking hjá þér. Og það er margir sem eftir að tileinka sér hana. Já, það er svona eins og þú segir að það er svo auðvelt að gefast upp. Já. Einmitt þegar gruggi kemur. Já, það er örugglega það sem gerist alls oft. Já. En sko, við erum búin að fara ansi svona, þú ert búin að segja okkur margt í dag og það er margt að taka inn og melta. En er eitthvað svona, viltu slá loka punktinn í þessa umræðu í dag? Eitthvað svona svo vilt segja okkur? Það verður aldrei ómikil áhersla lögð á eininguna eins og þið eruð að gera og fleiri. Og það er að koma ykkur sterkar inn í einingarvitundina, að þegar þið sjáið ykkur sem að er í vanlíðan og leitar til ykkar, hugsa þá þannig: ég er að hjálpa mér, og finna líka að ástina, hún er svo sterkt afl. Leita hennar, leita viskunar og vera stöðugt í þessari leit. Og númer 1, 2 og 3, bæta við, ekki taka í burtu. Ekki eins og þið gerir svo oft að þið finnir eitt áhugamál í viðbót og þá þurfið þið að láta þetta fara. Látið þið allt vera til staðar, þið hafið nógan tíma og leyfið þið flæðinu að leiði ykkur. Hringurinn er óendanlegur. Þið getið alltaf lært meira og meira og meira. Það tekur aldrei enda. Leið og þið ákveðið: ég veit, þá skulum þið segja: ég veit ekki neitt, og trúið þessu seinna. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir í dag. Við hefum mikinn áhuga að fá þig aftur til okkar svo þegar fram í sækir. Ég er að sjálfsögðu eins og allir mínir bræður og systur á andlega sviðinu alltaf tilbúin. Já. Takk fyrir í dag.